Þann 20. maí 2014 var samþykkt hér í borgarstjórn tillaga að fara í tilraunaverkefni styttingu vinnudagsins hjá Reykjavíkurborg án launaskerðingar. Tillagan eða verkefnið hafði þá ekki verið útfært, heldur var starfshópi falið að velja starfsstaði og vinna úr þessari tillögu og móta hana frekar. Sú vinna tók talsverðan tíma og það verður að segjast að þolinmæði mín var kannski, það var ekkert mjög mikið eftir af henni og eins og gengur að þá taka hlutirnir dálítið langan tímastundum í kerfinu. Engu að síður gekk þetta eftir og í dag, eða núna mánaðamótin þann 1. mars, hófst tilraunaverkefni á 2 stöðum. Það sem skemmtilegt við þetta að tillagan sem var flutt hérna þann 20. maí 2014, hún var flutt að fyrirmynd tillögu sem hafði verið flutt eða samþykkt í Gautaborg 9. apríl, sem sagt rúmum mánuði áður. Og í dag ég hér með frétt að verkefnið í Gautaborg sé orðið mánaðargamalt. Sum sé, það sem tók okkur tæpt ár að útfæra, það tók Svíana líka tæpt ár að útfæra. Svíarnir voru mánuði undan okkur að samþykkja það að fara í verkefni og þeir voru mánuði fyrr að hefja verkefnið. Þegar hafa komið fram fréttir af þessu verkefni, þar sem að almenn ánægja ríkir, þeir völdu Svíarnir að taka fyrir aðeins öðruvísi vinnustað heldur en við gerðum hér. Þeir tóku fyrir öldrunarheimili og vinnudagurinn var styttur úr 8 í 6 klukkustundir og almennt segir bæði starfsfólk og vistfólk á þessu öldrunarheimili að fólkið sé hamingjusamara. Ef ég þýði hér yfir með leyfi forseta vippa yfir úr sænsku, að þá hér einstæður faðir sem segir að allir séu glaðari, samstarfsfólkið, hann sjálfur og börnin hans. Annar starfsmaður segir, ég hef meiri orku, ég hef meiri þolinmæði, ég hef meira af öllu. Vistmaður á þeim stað segir að hann segir að honum finnist starfsfólkið svo miklu glaðara og að því líði betur og þjónustan sé betri. Þetta hefur komið fram bara eftir 1 mánuð að þá fólki farið að líða mun betur. Hér í Reykjavík aftur á móti, ég vildi bara segja frá þessu vegna þess að ég var að finna þessa grein. Þetta það er greinilegt að verkefnið að lukkast vel í Svíþjóð, þar sem að valinn var vaktavinnustaður og 2 klukkutímar á dag vinnan var stytt 2 klukkutíma á dag. Hér í Reykjavík aftur á móti, þá völdum við 2 vinnustaði, annars vegar þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts og hins vegar Barnavernd Reykjavíkur og útfærslan með ólíkum hætti á þessum 2 stöðum. Í þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts eru 25 starfsmenn og þar var opnunartíminn styttur í stað þess að þar sé opið til kl. 16 nú opið til 15. En hjá Barnavernd skrifstofan lokuð eftir hádegi á föstudögum. Þar auðvitað veitt áfram samt neyðarþjónusta og bakvakt ef að uppkoma slík mál. Við höfum verið í stýrihópnum þetta verkefni og verið að þróa þetta og vinna að því að útfæra sjálfa tillöguna. Ég hef verið í formennsku í þeim stýrihópi en með mér hafa verið Magnús Már Guðmundsson, varaborgarfulltrúi, Halldór Halldórsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins og svo Helga Jónsdóttir, framkvæmdastjóri BSRB. Með okkur hefur svo verið starfsfólk, Halldóra Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Barnaverndar, Sólveig Reynisdóttir, framkvæmdastjóri þjónustumiðstöðvar Árbæjar og Grafarholts, Lóa Birna Birgisdóttir, mannauðsstjóri velferðarsviðs, Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir og Harpa Rut Berntsen frá mannauðsdeild Ráðhússins. Okkur hefði auðvitað aldrei lukkast að gera þetta, útfæra þetta jafn vel og raun ber vitni nema að því að við erum með þarna bæði sérfræðinga í þeirri vinnu sem fer fram á þessum vinnustöðum og svo náttúrulega mannauðsráðgjafa og mannauðsstjóra sem að kunna sitt fag og þau hafa útfært mælikvarðana sem við ætlum að nota til þess að fylgjast með og útfært í rauninni hvernig við ætlum að mæla það sem að við viljum sjá árangur í.
Við höfum þegar framkvæmt búið til grunnlínu með rafrænni könnun þar sem að verið að kanna starfsanda, líðan og væntingar starfsfólksins bæði á vinnustöðunum og líka á samanburðarvinnustöðum. Við munum halda áfram að mæla svona, mögulega eftir 9 mánuði, kannski aðeins oftar og svo á eftir að verkefninu lýkur sem ætti að vera eftir 1 ár. Þarna erum við að mæla andlega og líkamlega þreytu í lok vinnudags, álag í starfi, starfsánægju, samræmingu vinnu og einkalífs og væntingar eins og ég sagði áðan. Annað það sem að, svo höfum við líka, við getum ekki, það er ekki auðvelt að mæla í rauninni mat á þjónustunni í barnavernd en við höfum þegar metið viðhorf til þjónustunnar í þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts sem munum gera það á meðan og svo aftur eftir að verkefninu lýkur. Við munum fylgjast með því hvernig hreyfingar í málaskrá bæði hjá þjónustunni og hjá þjónustumiðstöðinni og hjá barnavernd miðar og svo munum við taka símtalafjölda og úrlausn á þeim. Við munum fylgjast með því hvernig yfirvinnutímar verða, mun yfirvinnutímum fjölga eða fækka eða munu þeir standa í stað. Hvernig verður starfsmannaveltan á tímabilinu, við munum fylgjast með því, við munum fylgjast með fjölda vinnustunda á tímabilinu, við munum fylgjast með tíðni og umfangi veikindafjarvista og svo munum við auðvitað taka inn kostnað vegna lenginga á bakvöktum og öðru því sem að til kann að koma. Á sama tíma og þetta allt saman að gerast að þá verða auðvitað líka breytingar í samfélaginu og það kannski tvennt sem við þurfum að hafa í huga þegar við erum að meta árangur þessa verkefnis og taka tillit til. Annars vegar erum við nýfarin af stað með átak gegn heimilisofbeldi þar sem að stór eykur álagið á starfsfólk barnaverndar vegna þess að starfsfólk barnaverndar mun fara inn í öll þau útköll sem að lögreglunni kölluð til í og starfsfólk borgarinnar og þar sem að tiltrúin virðist vera að aukast á kerfið að þá útköllum að fjölga mjög mikið. Þetta mun leiða til aukins álags og við þurfum einhvern veginn að taka tillit til þess inn í þessum mælingum. Á samaskapi þurfum við að taka tillit til þess að svo virðist sem fjöldi barna með vanda, bæði fjölþættan og aðrar greiningar sé að aukast og það gæti haft aukið áhrif til aukins álags á starfsfólk þjónustumiðstöðvanna. En það er ýmislegt, það er að mörgu að hyggja sem sé í þessu verkefni en markmiðið með þessu er náttúrulega fyrst og fremst að gera Reykjavíkurborg að fjölskylduvænni vinnustað og gera kannski samfélagið allt fjölskylduvænna og bara manneskjulegra. Það er þannig að við Íslendingar vinnum með lengstu vinnuviku í heimi. Við höfum margoft talað að það þurfi að stytta vinnuvikuna en höfum allavega gert minna af því heldur en umræðan bendir til þess að við hefðum geta gert. Og þær þjóðir sem við berum okkur saman við ekkert að skila neitt svakalega mikið minni afköstum eða framleiðinni heldur en við sem að segir að við ættum að geta gert meira á styttri tíma. Ef okkur lukkast að gera það, þá gætum við verið að hafa svo mikil jákvæð áhrif á líðan fólks, líðan starfsfólks borgarinnar sem að ekki bara hefði þá meiri tíma til frístunda heldur hefði þá líka mögulega aðstæður til þess að njóta frístunda sinna betur, njóta þess betur að vera með börnunum sín með fjölskyldu eða vinum eða kunningjum, verja meiri tíma í heimili og annað það sem aðra þá ábyrgð, ólaunuða ábyrgð sem á herðum okkar allra hvílir og þannig getur þetta leitt til dæmis aukins jafnréttis sem að þá auka afurð af þessu verkefni sem að sannarlega mikilvæg enda stefnum við að því að auka jafnrétti kynjanna, að stuðla að jafnrétti kynjanna hér á vettvangi Reykjavíkurborgar. Ef við gerum það að verkum að karlar og konur geta aukið haft ef að karlar og konur geta tekið þátt í jafnari mæli inni á heimilunum að þá ættu þau að geta tekið þátt í jafnari mæli úti í atvinnulífinu og þannig getum við jafnað tækifæri karla og kvenna bæði á heimilum og í atvinnulífi. Svona gæti ég lengi talið. En það hafa margir, ekki margir, en einhverjir lýst yfir áhyggjum af verkefninu. Einhverjir hafa sagt að það sé algjörlega ómögulegt að vera að stytta opnunartíma þjónustumiðstöðvarinnar. Aðrir hafa sagt að það sé algjörlega ómögulegt að auka álagið enn á barnaverndarstarfsmenn, að þeir í alvörunni að þeir muni aldrei geta sinnt öllum þeim verkefnum sem á þeim hvíla á enn styttri tíma og svo framvegis. Ef að það gerist, þá kemur það í ljós.
Og við munum auðvitað ekki hanga á þessu verkefni ef að það mun leiða til verri þjónustu eða einhverja skakkafalla. Við erum auðvitað ekki að fara að hanga á þessu verkefni ef að sú mikilvæga þjónusta sem að þessir 2 starfsstaðir veita verður ekki almennileg. Það segir sig sjálft. Þess vegna mjög mikilvægt að við monitorum þetta vel og að það sé mjög vel fylgst með því sem að gerast á báðum starfsstöðvum og við erum algjörlega tilbúin til þess að breyta eða aðlaga verkefninu ef að upp koma einhver slík vandamál. Ég hef aftur á móti mjög litlar áhyggjur af því að það gerist. Ég hef mjög miklar væntingar til þessa verkefnis. Ég nokkuð viss að það muni leiða jákvæðar niðurstöður í ljós. Ég nokkuð viss að þetta mun lukkast, kannski þurfa að breyta einhverju, en ég vona að það takist að stytta vinnutíma á þessum 2 starfsstöðvum Reykjavíkurborgar án þess að það hafi áhrif á þjónustuna en til þess að það hafi jákvæð áhrif á líðan og starfsanda starfsfólksins. Og ég vona að þetta verði bara fyrstu 2 skrefin af mörgum sem við þurfum að stíga í átt að enn fjölskylduvænni og betri vinnustað sem Reykjavíkurborg og fjölskylduvænni og betra samfélagi sem Reykjavíkurborg heild sinni Það var borgarfulltrú Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu, þá borgarfulltrú Halldór Halldórsson næstur á mælendaskrá. Forseti og góðir borgarfulltrúar. Eins og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir fór hér yfir að þá var skipað stýrihópur sem við eigum sæti í 3 stjórnmálamenn ásamt starfsfólki og ég einn þeirra sem á sæti í stýrihópnum. Við erum búin að koma saman nokkur sinnum til þess að vinna í rauninni að framgangi þess verkefni sem starfshópur sem skilaði af sér í borgarráði 4. desember á síðasta ári. Við erum semst að framfylgja því sem starfshópurinn í rauninni ákvað að gert yrði eða lagði til að gert yrði öllu heldur. En það var að tilraunaverkefnið yrði á þeim stöðum sem hér var talað þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts með 25 starfsmenn og á Barnavernd Reykjavíkur með 40 starfsmenn. Og þetta auðvitað flókið því að þetta starfsfólk í mörgum stéttarfélögum. En það er þannig að þegar erindisbréf starfshópsins sem skilaði af sér í borgarráði 4. desember, þegar það í því sagt að starfshópnum falið að velja vinnustaði þar sem starfsfólk undir miklu vinnuálagi. Þannig að það auðsjáanlega ætlast til þess að það sé verið að gera tilraun á stað þar sem vinnuálagi mikið og það reynir allverulega á það starfsfólk sem þar Og þetta verkefni sem mun færa okkur þekkingu sem ég tel að skipti mjög miklu máli. Þá þekkingu, hvort að það gengur upp að sinna öllum verkefnum á styttri vinnutíma. Ef það hægt að sinna öllum verkefnum á styttri vinnutíma, þá erum við að sjá framleiðni aukningu. Og ef framleiðni aukning möguleg, þá opnar það marga nýja möguleika sem ég tel að við eigum að vera mjög opin fyrir. Framleiðni aukning möguleg, þá sjáum við nýja möguleika bæði hvað varðar launasetningu, hvað varðar kjarasamninga í framtíðinni og vinnutíma. En ég vil að við séum algjörlega meðvituð það að þetta auðvitað tilraunaverkefni og við verðum að vera á tánum gagnvart því hvað þjónustu við borgarbúa varðar. Við verðum að geta stytt verkefnið, við verðum að geta breytt í, við verðum að geta hætt við það ef við sjáum fram á að stytting vinnutímans verður til þess að þjónusta versnar. Að þá, forseti, klukkan biluð. Já. Allt í lagi. Ég held ég verið búin að tala í 8 mínútur. Ég líka. Þetta auðvitað bara mjög mikilvægt. Þetta þjónustan við borgarbúa, hún mjög mikilvæg. En verkefni sjálft auðvitað snýst það að bara halda áfram að þróast á vinnumarkaði.
Því að efnahagsleg þróun og hagsæld ríkja, hún auðvitað vísbending það hversu vel gengur meðal annars að fækka vinnustundum. Að því að efnahagsleg þróun og hagsæld, hún byggist á því hvernig erum við að nýta tíma. Og það auðvitað þróun misjöfn á milli landa en við sjáum að á undanförnum árum þá ber miklu meira á vilja fjölskyldna. Þetta auðvitað mál sem að byrjaði fyrir einhverjum áratugum síðan, en þetta að vera sífellt meiri þungi af hálfu fjölskyldna að stytta vinnutíma og að skapa fjölskylduvænna umhverfi. Og það auðvitað vegna þess að það þarf að samþætta þarfir heimilisins og vinnunar. Það ekkert annar aðilinn út á vinnumarkaðinn. Það eru báðir aðilar út á vinnumarkaðnum. Og þetta snýst mjög mikið samþættingu vinnutímans og í rauninni bæði vinnutíma á heimili og utan heimilis. Þetta getur auðvitað falist í sveigjanlegu vinnutíma, sveigjanleika varðandi vinnustaðinn, vinna heima þegar að tæknin býður upp á það og vissulega gerum hún það í mörgum tilfellum. Og sveigjanlegu vinnutími, sveigjanleg persónubundi starfslok, allt þetta eitthvað sem sífellt meiri áhersla á. Við erum á Íslandi með mjög háa landsframleiðslu í alþjóðlegum samanburði. Hún mjög há á Íslandi. En það skýrist af löngum vinnudögum og mikilli atvinnuþátttöku. Og þannig að þessi mikla vinnusemi, hún skilar sér ekki í framleiðni. Framleiðsla Norðurlandaþjóðanna svipuð og okkar, þrátt fyrir mun styttri vinnutíma þar. Ef við skoðum Norðurlöndin þá eru vinnustundir flestar á Íslandi og fæstar í Noregi. Og ef við skoðum framleiðni, og nú ég komin inn í McKinsey. Og ég veit að borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir núna sammála mér það að vera vitni í McKinsey. Ef að framleiðni á hvern unnin klukkustunda, á hvern unnin klukkutíma skoðuð, þá fellur landsframleiðslan á Íslandi fjórðung. Og þá erum við á pari við Grikkland og Slóveníu. Þetta segir McKinsey 2012. Þannig að þess vegna finnst mér alveg sérstaklega áhugavert þetta verkefni út frá því að skoða hvort að því fylgir framleiðni aukning. Því að ef þetta tekst, þá erum við að sjá framleiðni aukningu. Og munum það að lengd vinnutíma og framleiðni, hún snýst samkeppnishæfni. Bæði framleiðslu, alls þess sem að landsframleiðslan tekur til, það vörur eða þjónusta, og þar með framleiðni. Og svo samkeppnishæfni snýst það, og samkeppnishæfni landa snýst líka vinnutíman sjálfan. Því að fólk vill almennt sjá styttri vinnutíma. Og fólk sem hefur búið erlendis, sérstaklega á hinum Norðurlöndunum, það talar mjög oft þetta. Þannig að þetta snýst samkeppnishæfni okkar, bæði í framleiðslunni, hvort sem það vörur og þjónusta, og í vinnutímanum sjálfum. Þannig að í þeim löndum sem við viljum helst með okkur við, þar fólk ekki að vinna jafn lengi á við, en samt með sambærileg eða betri laun. Þannig að ég bara mjög áhugasamur þetta verkefni og ég mun auðvitað í stýrihópnum standa vaktina þessi markmið öll sem búið að vera að fara hér yfir og að sjálfsögðu það sem ég sagði og hef sagt oftar en einu sinni í þessari yfirferð að þjónustan við borgarbúa skerðist ekki. Ef að þjónustan við borgarbúa skerðist, ef við sjáum fram á það, þá verðum við að gera breytingar, þá verðum við að stytta verkefni eða hætta við. En við skulum ekkert gefast upp hvert verkefni fyrirfram. Ég bara frekar bjartsýnn á að þetta geti gengið upp. Þannig að ég segi bara megi okkar úr þessu ágæta starfsfólk okkar ganga vel að framkvæma þessa tilraun. Það borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og það borgarfulltrúi Dóra Magnúsdóttir næst á mælendaskrá og Dóra að setja sinn fyrsta borgarstjórnarfund og þar lendi halda sína jómfrúa ræðu og við bjóðum hana hjartanlega velkomna til starfa. Takk fyrir þessi fallegu orð, Elsa.
Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég búin að taka hérna saman nokkra punkta styttingu vinnuvikunnar. Sumt af þessu sem ég búin að taka hérna saman hefur komið fram áður, það verður það bara að hafa það og ég vil bara taka það fram hérna strax í byrjun að ég líka að fara að vitna í McKinsey skýrsluna og ég gerir ráð fyrir mig að það sem hefur sagt hérna á undan að það gefi mér strax í byrjun 5 prikk. En hérna greinilega að ræða mikilvægt tilraunaverkefni í þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts eins og fram hefur komið og svo Barnavernd Reykjavíkur. Það er mikið álag á þessum vinnustöðum og þeir hafa verið gaumgæfilega valdir meðal annars með tilliti til þess að þarna vinnustaði að ræða þar sem að fólk undir miklu álagi og að líðan á starfsandi mun verða kannaður í kjölfarið og ákvörðun tekin þá eins og fram hefur komið ekki bara í tengslum við líðan starfsfólks heldur einnig verða þjónustuþættir skoðaðir. En hérna mjög mikilvæga tilraun að ræða vegna þess að það almennu vilji meðal launafólks að stytta vinnuvikuna. Þetta liður í kjarabaráttu og því afar mikilvæga kjarabætur að ræða fyrir launafólk almennt. Rannsóknir hafa sýnt og þetta hefur komið fram áður að framleiðni minnkar ekki þrátt fyrir styttri vinnuviku. Þvert á móti hafa rannsóknir sýnt að framleiðni eykst með aukinni vellíðan og minna álagi og sýnt hefur verið fram á að framleiðni aukningin vegur upp á móti tímastyttingunni sjálfri og mögulega meira heldur en sem henni nemur. Fólki líður betur, það undir minna álagi, það hefur meiri tíma með sínum nánustu og skila betri vinnu. Hins vegar mikilvægt að vinnuveitendur og launafólk, og þetta Reykjavíkurborg í þessu tilviki hér í sambandi við þetta tilraunaverkefni, stígi þetta skref saman. Þetta engin einstefna og þess vegna þetta gríðarlega mikilvægt skref að Reykjavíkurborg sé að stíga þetta skref með góðu fordæmi í þágu launafólks almennt á Íslandi. Þannig allavega sé ég lít ég á þetta verkefni. Þetta mikilvæga fordæmisgildi sem verkefnið hefur. Enda það mikilvægt að muna að það líka hagur vinnuveitenda að framleiðni og starfsánægja aukist ekki síður en launafólks. Við könnumstum öll við sögur glöðu skandinavana sem almennt vinna minna en Íslendingar, koma heim eftir vinnu og hafa það hugulegt með fjölskyldunni og þetta ekki bara sögur, íbúar á Norðurlöndunum þeir vinna mælanlega minna heldur en Íslendingar. Og nú ég komin að McKinsey skýrslunni sem margir kannast við, greinilega hér í þessum hópi, kemur fram að framleiðni vinnuafls á Íslandi 20% minna heldur en í helstu nágrannalöndum Íslands, þrátt fyrir að launafólk vinni hér almennt meira en í þessu löndum sem við berum okkur saman við. Lausnin gæti falist í styttri vinnuviku, allavega gæti það verið hluti af lausninni ásamt öðrum þáttum sem ber að skoða nánar. En hagnýti þættir eins og framleiðni ætti ekki að vera eina viðmiðið hér í þessu máli. Með styttri vinnuviku þá eykst líka tími fyrir börn og ungmenni sem má samvera með öðrum fjölskyldumeðlimum og vinum. Ekki má gleyma til dæmis auknum tíma fólks með öldruðum foreldrum og ættingjum. Áðan var fjallað lengi lestrarörðugleika, sérstaklega drengja og námsörðugleika af ýmsu tagi. Aukinn tími foreldra, segjum til dæmis 1 klukkustund á dag, getur gert gæfumuninn í lífi og námi margra barna og ungmenna, bæði til að vinna með börnum að námstengdu verkefnum, en einnig bara til að gera eitthvað skemmtilegt og slakandi saman. Fjölmargir foreldrar, þar með talið sú sem hér stendur, kannast við þann veruleika að tíminn eftir vinnu fer í innkaup, matargerð, heimanám barna og svo fara börnin bara beint í bólið. Bara vinna og heimilispraktík alla vinnuvikuna. Þetta veruleikinn sem að mjög margir Íslendingar, mjög margar íslenskar fjölskyldur, reykvískar fjölskyldur standa frammi fyrir. 1 klukkustund á dag getur hérna skipt sköpum þegar við viljum auka gæðatíma með börnum og ungmennum, styttri vinnuviku og aukna gæðastundir, auka vellíðan og hafa gríðarlegt forvarnargildi. Þetta líka mikilvægur punktur. Þess vegna þetta mikilvægt skref sem Reykjavíkurborg hefur tekið og vonandi bara fyrsta skrefið af mörgum á þessari leið. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Dóra Magnúsdóttir lokið máli sínu.
Þá ekki fleiri, jú, borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir er síðust á mælendaskrá. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil nú bara formsins vegna þakka hér fyrir umræðuna sem var stutt en skorunorð. Þetta er spennandi verkefni, ég ítreka það og ég er viss um að að þetta er bara upphafið að einhverju stórkostlegu. Það er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og fleiri hafi ekki hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og er honum lokið. Takk fyrir og góða ferð.